Þá komið að 15. liða dagskrá húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnin og gefa mér orðið. Til máls tekur bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er fyrsti liður í fundargerð skipulagsráðs frá 10. desember síðastliðnum. Og það má segja að við höfum verið að leggja fram húsnæðisáætlun núna í nokkur ár. Og erum alltaf að læra og aðeins verða breytingar á hverju ári hvernig við setjum þær fram. En þetta er mikilvægur svona talnagrunnur og stefnumótun, ég má segja, sem við höfum, og þetta skjal á að ríma við aðalskipulagið. Við erum semst með aðalskipulagið þetta sem segir til hvar við ætlum að byggja og hvers konar byggð á að vera, en þarna erum við kannski að lista upp nánar í hvaða röð við ætlum að gera hlutina og svona reyna að ímynda okkur þörfina. En mannfjöldaspá Akureyrarbæjar byggir á gildandi aðalskipulagi og gerir ráð fyrir 0,56 til 1,36 árlegri fjölgun íbúa. Þróun síðustu ára bendir til að raunfjölgun sé nær mið eða háspá en eiginlega miðgildi búið að vera. Þrátt fyrir tímabundna hægari vöxt núna árið 2025. Aldurssamsetning íbúa er að breytast þar sem eldri íbúum fjölgar og meðan börnum fækkar og gert ráð fyrir að sú þróun haldi áfram. Í Hrísey hefur íbúafjöldi verið stöðugur en í Grímsey hefur orðið samfelld fækkun íbúa síðustu ár. Íbúaþörf á Akureyri mótast af fólksfjölgun, fækkun íbúa á hverja íbúð og því að umtalsverður hluti íbúa er ekki nýttur af íbúum sveitafélagsins vegna eignarhalds aðila utan bæjarins. Og við hefum verið að sjá að þar erum við að mælast svona jafnvel upp í 17% sem er eitthvað sem við þurfum að skoða auðvitað hverjum tíma. Þetta dregur raunframboði íbúa. Áhersla er á aukna uppbyggingu fjölbýlis og minni íbúða í takt við breytta aldurssamsetningu og minni fjölskyldustærðir. Þétting byggðar getur ekki ein og sér mætt allri íbúðaþörf og því er áfram þörf á uppbyggingu nýrra íbúðahverfa. Í Hrísey og Grímsey er sérstaklega horft til minni íbúða eða smáhýsa til að mæta þörfum tímabundinna og nýrra íbúða. Markmið sveitafélags er að tryggja jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar eftir íbúðarhúsnæði með fjölbreyttum húsagerðum og búsetuformum. Lögð er áhersla á hagkvæmar íbúðir, félagslegt húsnæði og leiguíbúðir án hagnaðarkröfu, auk þess að dreifa slíkum íbúðum sem mest bæinn. Stefnt er að þéttingu byggðar, sjálfbærri þróun og því að íbúi geti nálgast þjónustu innan göngu og hjólreiða fjarlægðar. Jafnframt er gert ráð fyrir uppbyggingu nýrra hverfa til að mæta vaxandi íbúðaþörf og styrkja hlutverk Akureyrar sem svæðisborgar til framtíðar. Svona bara rétt í lokin, þá langar mig bara að segja næsta hverfi sem við förum þá í að byggja þegar Móa hverfi klárast, verður hérna vestan Kjarnagötu eða vestan Hagahverfis. Og svo koll af kolli og þetta er allt lista hér upp í þessari húsnæðisáætlun sem er lögð hér fram til umræðu. Þakkum bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir fyrir, gefum næstu stjórnarfundinum. Takk fyrir það, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk fyrir góða yfirferð á málinu. Ég velti svolítið fyrir mér hvort að þetta sé raunverulega stefnumótandi skjal eða eingöngu talnagrunnur sem að við fyllum út í. En á síðasta fundi bæjarstjórnar var síðari umræða fjárhagsáætlunar og hún samþykkt af meirihluta. Þar kemur fram í fjárfestingaráætlun á árinu 2026 sé gert ráð fyrir 32 milljónum króna í endurbætur á húsnæði í félagslegum íbúðum. 150 milljónir fari í uppbyggingu á íbúðum fyrir sérúrræði og svo eru stofnframlög og aðra leiguíbúðir 160 milljónir króna. Samtals gera þetta 342 milljónir ef mér bregst ekki reikningslistinn. Það hefur löngum verið í umræðinu að endurnýja þurfi eitthvað af félagslegum íbúðum í eigu sveitafélagsins og passa upp á félagslega blöndun í hverfum, að íbúðirnar séu í mismunandi hverfum, líkt og bæjarfulltrúi Halla fór yfir. Eftir því sem ég best veit er mikill áhugi og óhagnaðardrifinna leigufélaga á að byggja upp á Akureyri. Verið er að fara í byggingu á nýjum stúdentaíbúðum með Háskólann á Akureyri
og í bígerð búsetukjarni í Nonnahaga og vegum Þroskahjálpar svo fátt eitt sé nefnt. Því tel ég að stofnframlögin klári þessar 160 milljónir ansi hratt. Þá eru 32 milljónir sem ég að fyrir endurbætur á húsnæði. Ég er ekki alveg með á tæru hvernig á að verja þeim fjármunum, en þeir eru fljótir að fara þegar að kemur á húsnæðismálum eins og við vitum. En þá standa eftir 150 milljónir sem er að fara í sérúrræði sem tengjast þá þeim skipulagsbreytingum sem farið hefur verið í undanfarið er að vara sérstök búsetuúrræði. Allt þetta er gríðarlega mikilvægt og vel gert. Eftir stendur þó að litlir sem engir fjármunir eru í félagslegar leiguíbúðir á vegum sveitarfélagsins. Samkvæmt rammasamningi við ríkið að fjölga þeim íbúðum 8 til 11 árið 2026. Á biðlista eru 81 og áætluð þörf er frá 76 til 78 íbúðum. Ég tel að við þurfum að kortleggja þessa stöðu alla saman svo við áttum okkur á heildarmyndinni og svo við leggjum alls saman skilning í hvað þetta þýðir allt saman. Við getum ekki ætlast til þess að almenna leiguíbúðir fyrir tekju og eignarlega að losa okkur undan því að þurfa að fjölga félagslegum leiguíbúðum á vegum sveitarfélagsins. Ég tel einnig að við þurfum að fara vel yfir hverfin og hvar við erum með félagslegu íbúðunar okkar og taka bara gott samtal húsnæðisáætlun, hvað hún þýðir raunverulega fyrir okkur og hvernig við sjáum framtíðina fyrir okkur. Því ég tel nauðsynlegt að við fjölgum félagslegu leiguhúsnæði á vegum sveitarfélagsins, en það er ekki að sjá í fjárfestingaáætlun næstu ára, því miður þó svo við séum að fjölga í sértakum búsetuúrræðum og auka í stofnframlögin sem er vel. Takk fyrir. Þá er bæjarfulltrúi Janna Salome Ingibjörg Jósefsdóttir lokið máli sinni orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar, ég ætla að sitja hjá. Það er margt gott í þessum skjali, stórt framfaraspor þegar íbúðum á íþróttavelli væntanlegum var fækka á 200 niður í 100, það ættu náttúrulega að fara niður í 50. Það sem gerir það að verkum að ég sit hjá er eitt stórvægilegt atriði, það er það reyndar að allt það sem varðar tjaldsvæðið og væntanleg skipulag þar, að ég er öndvert gegn því og mun ekki samþykkja það á neitt nátt. Ég ætla ekki að fara út í neinn smáatriði þar og ekki að segja eitt né neitt sjálft skipulagið sem ég hef fundið marga agnúa á, en bendi ykkur þó á það sem er að gerast í samfélaginu. Okkur finnst í dag alveg sjálfsagt að skipulegja, af því að það er komin hefð á það, að skipulegja svona einhvers konar kjarna fyrir ellibelgi eins og mig. Það þykir gott. Við höfum hins vegar ekki kveikt á því ennþá, þótt að við sem alltaf að ræða það, að konur þær nenna í sífellt minna mæli að ganga með og eiga börn. Þannig að barnafjölskyldum fer fækkandi. Sem segir aftur að samkeppnin þetta fólk mun fara mjög harðnandi. Þess vegna segi ég, við eigum að henda þessu skipulagi sem við höfum með tjaldsvæðið og gera það algjörlega upp og nýtt út frá eingöngu hagsmunum barnafjölskylduna. Þetta væri eitthvað algjörlega nýtt og við skulum sanniði til eftir örfá ár að þá eru komin slík samkeppni barnafjölskyldur að þá loksins förum við að huga að svona skipulagi. En því eru við ekki á undan. Föttum þetta að gæsin, hún er þarna flugi, við hefum bara að grípa hana og einhenda okkur akkurat í þetta. Ég veit vel að það hafa komið þau rök á móti sem eru rök og eru gild að nú muni fólk eins og ég, það muni færa sig yfir byggðaveginn og fara niður á nýja svæðið og þá verði aftur lausar íbúðir þar fyrir ofan, vissulega, fyrir barnafjölskyldur. Því að áttum okkur á því, þetta er besta búsetusvæði í bænum, langt besta fyrir barnafólk.
Þetta eru gild rök í málinu, en ég vil bara ganga lengra og skipuleggja svæðið, einmitt út frá hagsmunum þessa hóps sem mun verða svo eftirsóttur, og orðin það nú þegar, við erum bara ekki búin að átta okkur á því að við þurfum að ganga með og taka þátt í þeirri samkeppni sem í þann veginn að hefjast þetta fólk. Þess vegna sit ég hjá, því þarna drepið á tjaldstæðið. Öðruleyti ég afskaplega ánægð með þetta plagg. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu, orðið laust. Næst eftir máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekkert að ræða húsnæðisáætlun. Ég ætla bara, ég get ekki annað en sett ofan við bæjarfulltrúa Jón Hjaltason að tala að konur nenni ekki að ganga með börn. Ég bara get ekki verið sammála þessu. Það eru bara aðra aðstæður í samfélaginu og ég held við ekki að tala svona. Takk. Það var bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, næst eftir máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka fyrir ágæta umræðu og líflega á köflum. Og það bara eitt atriði sem ég langar að nefna og það það sem að kemur fram í skýrslunni og mér finnst áhugavert að það talað að í aðalskipulagi 2018 til 2030 hafi verið talið að 11,4% íbúða á Akureyri væru í eigu fjárfesta, félagasamtaka eða annara sem ekki með skráð lögheimili á Akureyri eða 1000 íbúðir á þeim tíma. Og svo sagt og miðað við þróun síðustu ára talið að þetta hlutfall hafi hækkað og geti verið alltaf 15 til 20% sem myndi þá þýða alltaf 2000 íbúðir. Og mér finnst þetta ansi mikið og líkt og bæjarfulltrúi Jana Salóme nefndi eða spurði hvort að við værum með einhvern vélrænan framreikning eða fyll út í reiti í skjalinu að mér finnst það sjónarmið koma upp varðandi þetta líka. Við erum að áætla fjölda íbúða eftir aldursflokkum og svo framvegis en svo þarna mjög stór breyta sem að við ráðum litlu en það þetta umræða á landsvísu og heimsvísu jafnvel hvort að þjóðir eða bæjarfélög eigi að hafa skýrari stefnu hvað þetta varðar og ég bara vísa til dæmis til skrifa fyrirverandi framkvæmdastjóra búfesti hérna á Akureyri sem að bendir á það sé kannski að það verði þarna mjög óheppilegur árekstur almenning sem að reyna að koma sér þak yfir höfuð og svo fjárfesta sem að leita sér að verðtryggingu eða ávöxtun. Og mér minnir að hann hafi nefnt búsetu skyldu í íbúðum í þéttbýli sem eitt hugsanlegt úrræði og ef ég skil rétt þá tíðkast það í einhverju tilvikum í Danmörku og sennilega víðar. Og við heyrum líka fréttir af því að í Danmörku eða Kaupmannahöfn allavega verið að tala að herða reglur Airbnb, það sem 70 daga hámark og fylgja því fast eftir og það sem að auki þá búsetu skylda í viðkomandi íbúð. Og ég vil líka benda á að það hefur verið að minnsta kosti smávegis umræða í þessa átt og vettvangi ríkisstjórnarinnar ef ég skil rétt eða minnsta kosti samfylkingarinnar með að tala að þróun Airbnb markaðarins þurfi mögulega að ræða og mögulega takmarka. Þar sem að þetta gerir mjög erfitt að stjórna framboði á húsnæði fyrir almenning, venjulegar fjölskyldur, hvort sem það til eignar eða leigu. Ég vil bara nefna þetta. Takk. Það var bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst eftir máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, fínar umræður hérna húsnæðisáætlun og eru það yfirleitt hérna á hverju ári en enda þetta gott plagg og plagg sem ég held við ættum að nýta okkur miklu betur í bara allri stefnumarkandi vinnu eins og bæjarfulltrúi Jana Salóme kom inn á áðan og ég held að þessi áætlun nú reynir tengist inn á öll svið og gefur okkur tækifæri kannski til að setjast aðeins niður og skoða biðlista og framboð og eftirspurn á félagslegu húsnæði og fleira. Þannig að við séum ekki bara að uppfæra einhverjar tölur. En
formaður skipulagsráð og bæjarfulltrúi Hallabjörg kom inn á hlutfall af mannfjölda á ákveðnum aldurspilum og það væri að breytast og ég sá til dæmis að þær tölur hefði töluvert breyst núna bara milli ára inn í áætlunum og þetta eru mjög áhugaverða tölur og við sáum þær voru sláandi á glærunni sem var kynnt á skipulagsfundinu niðri í Hofi og maður tók eftir að mörgum þóttu hún áhugaverð. Og þetta eitthvað sem við verðum náttúrulega bara að hafa í huga þegar við erum að skipuleggja og raða inn á húsnæðisáætlun okkar fyrir næstu ár, hvernig við ætlum að haga þessu. Auðvitað þetta ekki æðisleg staða að barnafólki sé að fækka eða börnum og eldri borgum á samaskapi að fjölga. Þannig að það væri áhugavert að vita og ég spyr formann skipulagsráðs hvort að þessi hlutföll hafa eitthvað verið skoðuð sérstaklega bara í samanburði við önnur sveitafélög eða eru þetta bara aldursviðmið tengd á landsvísu? Að því bara sem dæmi þá heyri ég að umræðin í Reykjavíkurborg að það að fækka mjög í þessum barnahópnum en að fjölga í sveitafélögunum í kring og það verður það bara áhugavert að vita hvort að þetta sé eitthvað landsmeðaltal eða hvort þetta sé vissulega staðan á Akureyri og hún eitthvað öðru en hér í kring eða öðrum sveitafélögum. Og ég held að það sé bara nauðsynlegt að við köfum aðeins ofan í það og ef að við erum eitthvað að skera okkur úr, þá þurfum við kannski bara að huga því að við þurfum að markasetja okkur betur sem fjölskyldubæ. Að því ég til Akureyri hafi allt til að vera framúrskarandi staði fyrir fjölskyldur að ala upp börn. Þannig að ég held að við þurfum eitthvað að skoða þetta, en svo verðum við líka að horfa bara raunsætt á stöðuna og líðfræðina í kringum þetta að sumir getur breytt en öðru ekki og þá til dæmis að horfa til þess að byggja nálægt grunnskólum á næstu árum til þess að þurfi ekki að fara í fjárfrekar framkvæmdir að grunnskólum þegar að það að fækka í skólunum og auðvitað höfum við haft það einhverju leyti í huga. En þá nefni bara sem dæmi svæðið fyrir norðan Tryggvabraut sem að ég hef viljað sjá byggjast upp sem íbúðarhúsnæði og svo starfsemi sem þar færi að mörgu leyti þá mögulega í óbyggða svæði fyrir ofan Sjafnagötuna eða norðan við núverandi uppbyggingu á Móahverfi, það sem mjög djúpt. Ég held að ég vona að skilja hvað ég á við. Það sem mjög djúpt á fast og þar geta bílasölur og bílalegur og alls konar verið. En við byggt þjattar á Eyrinni og í kringum grunnskólinn. Bara þessi eitt dæmi hvernig við verðum eiginlega að hugsa með hvernig þróunin er. En á samaskapi þá þurfum við að huga því að byggja fyrir eldri borgarinn okkar og þegar ég var undirbúin með áðan, þá fór ég að reyna að rifja upp hvenær var byggt síðast á Akureyri eitthvað sérstakt húsnæði fyrir 55 plus og ég bara myndi það ekki alveg, undirhliðin fyrir 55 plus? Já, allir undirhliðin sé það ekki síðasta blokkin sem við byggðum og nú að fara í gegnum þá allavega 2 kjörtímabil þar sem við höfum ekki skipulagt svoleiðis húsnæði. En auðvitað gerðum við ráð fyrir mikilli uppbyggingu í Þursaholtinu sem því miður bara varð ekki að veruleika út af lánamálum. Og svo veitum við hvernig lífsgæðakjarnin og það fór. Þannig að því miður erum við ekki skipuleggja neitt slíkt húsnæði á þessu kjörtímabili. Og þess vegna tel ég bara, og ég velti fyrir mér hvort það hefði þurft að byrja aðeins fyrr á skipulagi í Hagahverfi fyrir vestan við Kjarnagötu. Hvort að við séum að með minnir að það hafi þá átt að taka við beint eftir Móahverfið hvort við séum að gefa okkur nægan tíma í hönnunarvinnu. Allt tekur þetta greiðlega langan tíma. Þannig bara hvet okkur til að huga vel að því og ég held að sé á starfsáætluna að byrja að skipuleggja þar og ég vona að sé það.
Ég kíkti að þarna óuppfyllta íbúðaþörf og ég held að hún sé pínu van áætluð en þar segir að hún sé árið 2026 96 íbúðir. Mér finnst það ekki alveg ríma við framboð íbúða í ár og í fyrra og kannski árið þar áður að því að frestun og Móahverfi var til þess að það var mjög lítið framboð 2004 og 2005 og bara sem dæmi gert ráð fyrir 20 íbúðum 26 og rétt rúmlega 137 árið 2025. Spurning hvort að óuppfyllta íbúðaþörfin sé ekki orðin tölvört mikil. En að samanskapi verið að fara að byggja hellinga næstu árum. Ég alveg bjartsin á við náum mögulega að fylla upp í þessa eftirspurn. En ég held hún sé mögulega van áætluð í skjalinu. En annars líst mér bara vel á þetta og ætla að samþykkja þessa húsnæðisáætlun en hvet okkur til að nota þetta skjal í meiri stefnumarkandi vinnu næst. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlíf Jóhannesdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðum húsnæðisáætlunina. Ég vil aðeins taka undir með bæjarfulltrúi Jönu Salómi varðandi þá hvort og hvernig við viljum nýta þessa húsnæðisáætlun á hún að vera stefnumótandi plagg sem að í takt við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins þar sem við mörkum okkur stefnu og fylgjum því eftir eða kannski svona svolítið skjal sem við fyllum út í að því við þurfum að skila því og vonum að einhver bjargi því inn í húsi. En svo vildi ég aðeins að því að mér finnst það mikilvægur áhugaverður punktur sem að bæjarfulltrúi Andri Teitsson kom inn á áðan varðandi húsnæði þar sem ekki lögheimili sem á Airbnb. Og mér langaði bara að spurja kannski bara formann skipulagsráðs eða hvort að hafa eitthvað verið kortlagt sérstaklega vegna þess að við erum búin að tala þetta svolítið lengi að það sé ákveðnar áhyggjur af þessari stöðu. Hvort við höfum kortlagt hvort og hvað það sem við getum gert innan núverandi lagaheimilda til þess að reyna að bregðast einhvern veginn við þróuninni. Getum við nýtt okkur með einhverjum hætti skipulagslög eða lögum veitingastað og gististað og skemmtanahald eða byggingalög eða fjölögnahúsalög eða einhver aðra lagaramma sem við gætum nýtt okkur til að beita okkur annars vegar. Og þá hins vegar ef við komin tími á að við leggjum þá fram tillögur ef það eitthvað lagabreitingar sem við teljum að eðlilegar séu þegar að þróunin með þeim hætti að húsnæði í svona miklu mæli fjárfestingakostur frekar heldur en húsnæði þar sem að fólk með lögheimili í ef að það það sem við teljum að sé áhyggjuefni að minnst að einhvern veginn, mér líður eins og við höfum talað þetta svolítið oft og þar með tala ég hvernig hefur þetta verið en kannski hefur við ekki sett af stað nægilega vinnu við að pæla þá í því hvort og hvað við getum gert og eða hvernig breytingar og lögum myndum við vilja sjá ef einhverjar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, takk fyrir það, forseti bæjarstjórnar og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kannski byrja á því að segja, ég ætla að vona að við séum bara varkár í þessari áætlun. Svona áætlun eins og hún að við bara tökum stöðu dagsins í dag, en ég sé mýmörg vaxtatækifæri fyrir Norðausturland og ég held að Akureyri fari sannarlega ekki varhluta af því á næstu árum. En það samt eitt og annað sem óháð því sem við þurfum að velta fyrir okkur og ég vildi nú kannski bara svo sem taka undir með bæjarfulltrúa Sunnu Hlín það sem ég myndi vilja leggja áherslu á. Ég held að við verðum að bretta upp ermar og gera skurk í skipulagi og uppbyggingu þegar að kemur að síðustu kaupendum okkar eldri íbúum. Þetta bara þróunin og við erum búin að ræða hana margoft og svo þetta það
Svo þetta verðum við að fara að horfa á stöðuna þegar við erum komin með umfram rými í grunnskólum upp á kannski 700. Þá eru þetta eina ábyrga leiðin að fara að ræða það hvort að við erum hreinlega að reka of marga grunnskóla. Ég held að við séum ekki þeirra skoðunar. Og ef við erum ekki þeirra skoðunar þá verðum við að fara að stýra uppbyggingu þannig að við tryggjum rekstur þessara grunnskóla og Sunnahlíð kom inn á Oddeyrina og ég vil bara taka undir það. Oddeyrinn mjög fjölskylduvænt hverfi á margan hátt og þar viljum við reka grunnskóla og leikskóla en þá þurfum við líka að fara að byggja í grennd við þessar stofnanir okkar og styrkja þær. En meira vildi ég svo sem ekki sagt hafa. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunnahlíð Jóhannesdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúi, ég ákvað bara að koma hérna upp aftur að því ég er í vinnuhópi varðandi útleigu á skammtímalegu og reyna kannski aðeins að svara þeim spurningum sem hafa komið varðandi það. Ég tek heilsugur undir þessa áhyggjur fjárfestingar, ekki bara segja, miðaldra fólk sem hefur á síðustu árum sé peningu sínu betur ávaxtað í húsnæði heldur en eða var á tímum, sérstaklega hefur lækkaðar vextir í COVID. En þetta er náttúrulega mjög erfitt að ætla að fara eitthvað að stýra því, en þetta er vissulega vandamál og eitthvað sem að spjalla fasteignasala að það er alltaf vöntun og húsnæði fyrir fyrstu kaupendur af því að þetta eru íbúðarnir sem að er verið að nota í svona fjárfestingum en kannski jákvæð við það er samt sem aður að ég held að langflestist þar setji nú íbúðarnar sínar í almenna leigu og séu þá að uppfylla einhvern hátt eftirspurn eftir húsnæði. Að það sé ekki bara í skammtímalegu og svoleiðis, einhver svona pínu tilfinning hjá mér. En varðandi skammtíma íbúðirnar, við höfum verið að skoða þetta eitthvað og við fengum lista af alls konar húsnæði sem er í útleigu. Það sem að gerðist er náttúrulega á síðasta kjörtímabili þá var reglugerðum eða lögum breytt þannig að húsnæði sem eru skammtímalegu þarf að skilgreina sem atvinnuhúsnæði núna. Þannig að þú ert að borga mun hærri fasteignaskatta og það náttúrulega verður til þess að fólk hugsa sem mögulega tvisvar áður en að fer í þetta. En það sem við hinsegin sáum að það væri gríðarlega mikið af húsnæði í útlegu skammtímalegu án leyfa. Og einhvern veginn fór kannski pínu fókusinn á það heldur en hvernig við ætlum að sporna gegn svona skammtímalegu útlegu og maður var eiginlega bara þakklátur fyrir þá sem voru að gera þetta löglega og þannig að það var farið í eitthvað átak held ég og sendi einhver bréf til einhverja aðila til að reyna að ýta við þessum aðilum en ég var því miður lasin á síðasta svona fundi en það er verið að vinna þessu og spurningi var hvernig það þá gert og það er þá einhver texti í aðalskipulagi með einhver reglur svona en við höfum náttúrulega ekki verið að neita kannski mörgum á þessu kjörtímabili því að yfirleitt hafa umsóknir rúmast innan þeirra skilmála sem við erum með í aðalskipulagi núna. Með öllum fyrirvara að ég sé að fara með rétt mál. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunnahlíð Jóhannesdóttir lokið máli sínu. Ég ætla að biðja að varaforsetann að taka við stjórn og gefa mér orðið. Næst tekur bæjarfulltrúi Halla Björk Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að þakka fyrir umræðina húsnæðisáætlunina. Það voru einhverja spurningar sem beindust til mín. Ég ætla að vita hvert ég man það og ég ætla að reyna að taka aðeins spjallu til hvers erum við með þessa húsnæðisáætlun og hvað gerur hún fyrir okkur. Ég held að þarna erum við vissulega bara tölur að fylla út formsins vegna og til þess að geta haldið utanum að séð þróunina. En þetta er svo gríðarlega mikilvægt plagg fyrir okkur til þess að einmitt að móta stefnu og reyna að átta okkur betur á samfélaginu hvernig það er að þróast og hvað getum við gert og hvernig eigum við að skipuleggja til framtíðar.
Þarna er verið að tala þú veist, leikskóla, þörf á skólum, íbúa samsetningin, já, við erum að eldast og minni bæjarfulltrúi Sunnahlín spurði hvort að ég hefði eitthvað verið skoðað við í samanburði við önnur sveitarfélög. Ég hef ekkert nýlega en ég man á síðasta kjörtímabili var ég eitthvað að skoða þetta og þá var, eða fyrir kosningarnar eða eitthvað svona, þá fer maður í að spá í þetta og þá voru töluna þannig að við værum aðeins yfir meðaltali. Það er að segja, værum aðeins eldri heldur en meðaltal sveitarfélaga. Það þýðir auðvitað ekki að við sem eitthvað kannski að tapa fyrir þeim sem er að bjóða barnafólki en það er vissulega eitthvað sem við þarfum að skoða. Ég held bara að það sé gott fyrir alla íbúa að búa á Akureyri. Við sinnum öllum aldurshópunum vel og þegar við erum að ræða hvort að við erum að byggja sérstaklega eða merkja húsnæði fyrir 55 plus eða 60 plus eða hvað við viljum hafa og það hefur ekki verið gert lengi, það sem er vissulega rétt. Við vorum náttúrulega þarna út í Holtahverfi með Þursáholtið sem varð síðan ekki úr þeirri uppbyggingu en við höfum líka verið að tala um að eyrnamerkja hluta byggðar tjaldsvæðisréttsins sem að margum talaða þessum aldurshópi. Ég reyndar alveg þeirra skoðunar að húsnæði geti hentað fyrir allan aldurshóp. Þú veist að það getur verið hentað barnafólki jafnt sem eldra fólki samskonar húsnæði. Þegar við merkjum og þegar við höfum gert þetta þá hefur það verið til þess að draga úr fjölda barna á viðkomandi svæði. Það er að segja, þú veist, við höfum ekki haft pláss fyrir börnin í skólanum. Það var svona fyrsti hvati til þess að vera með sérstaklega merkt 55 og eldra til þess að það væri svona, já, litla líku til þess að það fólk væri með börn á sínum snærum og þyrfti þá ekki á þeirri þjónustu að halda. Síðan þegar við erum náttúrulega svona smá saman að lendi í því eða í samfélagi að þróast þannig sem er að gerast auðvitað allan heim og við erum kannski 20 árum eftir í Evrópu að það er að segja að börnunum fækkar og við bara hver fjölskylda er að fara eignast færri börn og ég tek undir með bæjarfulltrúa Hlín, maður segir nú kannski ekki bæjarfulltrúi Jón Hjalta að konur nenni ekki eignast börn, það er náttúrulega bara svo víðsfjarri að það sé einhver, svo umræða bara á ekki heima hér. Að þá er það bara, já, fór ég aðeins út af spórinu, en já, við erum með þessi þróun, hún verður auðvitað til þess að við þurfum aðeins að hugsa bara hvernig ætlum við að nýta þessa innviði sem við erum þó búin að byggja og börnunum er vissulega fækka og hvað ætlum við að gera við skólan. Kröfurnar er líka aukast. Við viljum meira pláss fyrir börnin á hverju skóla og svo framvegis og við höfum eiginlega ekkert þangað til núna fyrst eða kannski verður það ekki fyrir næst eftir 5 ár sem við lendum í því að það er ekki þörf á aukningu á leikskólaplássum. Við það að taka yngri börnin á leikskóla þá hefur þörfin alltaf haldist og við hefum verið að byggja og það er ennþá þörf á að byggja og við erum í leiguhúsnæði í hluta leikskólum okkar. Þannig að við getum vissulega og ég held að væri alveg tækifæri fyrir okkur hérna í bæjarstjórn og bara næstu bæjarstjórnir að nýta þetta plagg vel til meiri umræðu heldur en kannski gefst færa á einu svona fundi, bæjarstjórnafundi heldur aðeins til að rýna þetta nánar og fá bara hvað við þá að gera með þetta. Og félagslegt húsnæði, eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á, að þessi aukning í húsnæði sem er ekki til búsetu eða til fastra búsetu, hlutfallsleg aukning, hún gerir það að verkum að, að þegar við erum að miða við eitthvað prósentu hlutfall í félagslegu, á að taka það inn í eða við þurfum að rýna þessa tölu betur. Við þurfum að átta okkur betur á því hvað þetta raunverulega þýðir og hvernig við getum þá stýrt því sem við ætlum að gera. Það hefur lengi verið hérna til umræðu að dreifa eða hvað við að segja, jafna hlutfalli í hverfunum á félagslegu húsnæði fær okkur, við höfum verið svolítið norðan við á í svolítið meiri hluta þar með félagslegt húsnæði og við hefum viljað færa okkur sunnan. Það gerist auðvitað bara með því að kaupa íbúðir þar og selja þá annarkvort úr eignasafni okkar hinum einn við annað eða í það minnst að bæta ekki við á þeim svæðum.
Við höfum hins vegar verið að byggja íbúðakjarna og annars slags félagslegt húsnæði í öllum hverfum. Bæjarfulltrúi Sunna svaraði nú reyndar þarna fyrir Airbnb og hvar það væri statt. Við settum þennan vinnuhópa á. Það varð smá pása tekin í þeirri vinnu að því að var verið að bíða eftir að stjórnvöld kæmi með einhverju skýrari reglur en við getum vissulega alveg hreyft okkur innan þess ramma sem við höfum og búa okkur sjálf til reglur. Annað sem hefur mikið verið rætt, eða allavega verið rætt inn í skipulagsráði, það hvort við eigum að setja okkur meiri skorður það hversu hátt hlutfall á ákveðnu svæði geti verið svona hins veginn húsnæði. Og þar getum við bara hort til höfuðborgarinn okkar sem hefur farið í alls konar vinnu og sett fram ýmis konar svona reglur og viðmið sem að við ættum að taka og ræða og vita hvort það passa við hina borgina í landinu. Þakkum bæjarfulltrúa Höllu Björk. Leynisstjórnin fyrir gefin aftur stjórnarfundinum. Takk fyrir það, orðið laust. Næst eftir máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltarsson. Forseti aðrir bæjarfulltrúar. Ég þakka fyrir þessar áminningar og tek þar fyllilega til greina. Konur hafa ekki tækifæri til eða gefa sér tíma til og auðvitað þetta 2 manna ákvörðun í flestum tilvikum. Þetta hins vegar leiddi hugan að einhverju sem ég ætlaði nú hreinlega ekkert að minnast hér á. En ég bara varð úr það ég fekk þessa góðu ábendingu frá Hlini, bæjarfulltrúa og síðan að það er ekki bara það að barneignum fækki heldur virðist sú þróun eða öfuþróun, ég veit ekki, það fyrir eftir hvernig þið lítið á það, vera í gangi að einstaklingar kjósa í vaxandi mæli að búa einir. Þar koma enn ein rökin sem hefur verið teflt gegn mér í sambandi við tjaldsvæðið að vegna þessarar öfuþróunar eða þróunar, ég veit ekki hvað ég vil kalla þetta, að þá eigi 10% íbúða á tjaldsvæði að vera alltaf 10% íbúða að vera 50 fermetrar minni og ég án þess að fara neitt frekar út í þá sálma þá vil ég þó segja að þeir sem og þar ég að tala við ykkur öll að þið eru í það veginn að samþykja þetta að það fólk sem samþykir slíka stefnu það skilur einfaldlega ekki hvað í þéttingarstefnu felst og ég tengi þetta beint við það sem Gunnar bæjarfulltrúi var að benda okkur á fækkandi nemendum í skólum sem hvað gerum við? Við reynum að sporna gegn því með því að byggja fyrir fjölskyldur að skólunum. Bæði til þess að viðhalda nemendafjölda og eins til að draga úr umferð bifreiða. Og í þriðja lagi, sem ekki minnst vert, að hvetja börnin þetta verður sjálfkrafa hvatning til barnanna að ganga í skólan, verður ekki keyrð. Ef þú byggir af skólanum fyrir barnafólk, og mér þykir bara, þið í orði takið undir með öllu því sem ég er að segja, en í verki gerið það ekki. Sem ég á mjög erfitt með að skilja. En allavega, bæjarfulltrúi Hlynur, ég tek tilbaka þetta með að konur ekki nenni, því að þetta er auðvitað spurningum að hafa tækifæri til, völ á og meðleikara. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Jón Hjaltarsson lokið máli sinni orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt húsnæðisáætlunina gefum merki.
Það eru, maður sjá, aftur 1, 2, 3, 8 á móti, 3 sitja hjá.